Röð reikniaðgerð er alltaf svo sama. Það fyrsta sem við gerum eru svigar. Númer 2 eru veldi. Númer 3 er margföldun og deiling. Og númer 4 er samlagning og frádráttur. Og við vinnum alltaf frá vinstri til hægri, sömu átt og við lesum. Við skulum skoða dæmi. Það er nokkuð augljóst að ef við gerum 2 + 3 sinnum 4, að ef við gerum plúsin fyrst, þá fáum við hérna 5 sinnum 4 sem er 20. En það er ekki rétt. Við eigum að gera 3 sinnum 4 fyrst, því að hér er ekki sví, hér er ekki veldi, hér er margföldun, þá er það fyrsta sem við gerum. Fáum 12 út úr þessu, 2 + 12 eru 14. Þetta er svona einfalda dæmið á þessu. En ég ætla að sýna ykkur flóknara dæmi sem er með öllu þessu. Þá gerum við svíinn 2 + 3 sinnum 3 + 4 í öðru veldi mínus svíinn 1 + 2 í öðru veldi. Og það sem ég ætla að gera er að reikna þetta frá vinstri til hægri og byrja á að leysa til dæmis bara sviga. En það er eitt sem ég þarf að passa mig á. Ef að svíi er í veldi, þá þarf ég að klára það fyrst. Þannig að ég ætla að klára þennan sviga. Svo skrifa ég bara hitt sem ég er ekki búin að leysa eins og það er. 1 + 2 er það sem kemur út úr sviganum. Það eru 3 og 3 í öðru veldi eru 9. Ég verð að leysa þetta veldi með sviganum því það er svíinn sem er í öðru veldi. Ég hefði líka getað leyst þetta sem svíinn er 3 og sett svo 3 í annað veldi, skrifa 3 í öðru veldi. Síðan leysi ég veldin, ger ekkert annað, 5 sinnum 3 + 16 mínus 9. Nú leysi ég margföldunina frá vinstri til hægri. Það er svo sem bara ein margföldun hérna. Og svo leysi ég þetta frá vinstri til hægri, það eru bara plúsar og mínusar sem er númer 4. Og ég fæ 22. Það borgar sig að venja sig á að reikna þetta svona niður, sjáu þá. Myndar þetta svona eins og píramíd á hvolfi. Því að það minnkar svo líkurnar á að ég geri mistök, að ég gleymi einhverju. Þá dregum að tölunar alltaf svona niður.